El mensaje me llegó. No me
Halló. Kæru íbúar Grindavíkur, frummælendur og aðrir tilheyrendur. Við hér í Grindavík höfum ekki farið varhluta af þeim jarðhræringum sem hafa riðið yfir síðustu daga og þó að við höfum fengið okkar skammt af duttlungum náttúrunnar að undanförnu þá fylgja því óþægindi og vekja hjá mörgum óöryggi og kvíða þegar að jörðin skelfur á nýjan leik eftir kyrrstöðu tímabil. Það vakna margar spurningar og upplýsingar eru ekki alltaf aðgengilegar og geta verið jafnvel misvísandi. Og í því ljósi það var ákveðið að það væri árangursríkast og góð reynsla af því hérna hjá okkur að boða til íbúafundar og fá til liðs við okkar besta fólk, hvert á sínu sviði. Dagskráin hefur nú verið í mótun bara fram undir þetta, en hún er þannig í stórum dráttum að við erum með 3 vísindamenn, jarðeðlisfræðinga, sem að fara yfir stöðuna með okkur. Björgunarsveitin okkar á fulltrúa hérna sem og lögreglan á Suðurnesjum. Þeir koma líka til með að ræða við okkur og það er hérna fulltrúi frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sem er líka til svara. Við erum hérna með fulltrúa frá HS Orku sem ætlar að fara yfir veitumál og HS Veitur eiga hérna líka fulltrúa sem að munu ekki taka þátt í svona framsögum, heldur svara spurningum eftir atvikum. Og síðan mun hún Hulda Ragnheiður, forstjóri Náttúru Hamfaratryggingar Íslands, taka til máls. Það er streymt hérna beint frá þessum fundi og auk þess verður upptaka af fundinum aðgengileg. Það verður opnað fyrir spurningar úr sal eftir að frummælendur hafa lokið máli sínu. Og það er einnig hægt að senda spurningar á fésbókarsíðu Grindavíkurbæjar og það verður vaktaður sá spurningalisti. Og svo í lok fundarins það verður samantekt hér á pólsku. Við erum hérna með pólskan túlk og vísindamenn ætla svona að reyna að gefa hérna aðeins yfir það sem að framfara á fundunum til þeirra góðu íbúa okkar. Ég heiti sjálfur Fannar Jónasson og verið fundarstjóri hérna og svo langar mig að segja frá því líka að okkar frábæri kór Grindavíkurdætur var búin ákveða að halda vortónleika sína hérna í Kvikunni í kvöld og fundurinn okkar hann lenti svolítið onni í þessum tónleikum en þær ætla engu síðar halda sig við sína tónleika sem átti að byrja klukkan 9 en ef fundurinn dregst fram yfir það sem við ætlum okkur ekki endilega að láta gerast að þá verður beðið þangað til að fundi okkar líkur hérna. Og það er alveg upplagt fyrir okkur að mæta eða sem flest að mæta í Kvikunni og hlýða á fagran söng svona fyrir háttinn. Nú að svo mæltu þá ætla ég að biðja fyrsta frummælandann Magnús Tuma Guðmundsson, jarðeðlisfræðing, að koma hingað. Hann er prófessor við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir Fannar. Það fer bara versnandi. Ég verð að setja upp gleraugun til þess að finna út úr þessu. Það er komið. Já, ég sé eitthvað allt annað. Afsakið hérna brokkgenga byrjun, en það er, sem sagt Reykjanesskaginn er vissulega farin af stað og það eru mikil tíðindi svona jarðfræðilega, ekki það að þetta séu hamfaragos sem að verða á skaganum eða slíkt, en hann hefur bara ekki gosið í
bráðum 800 ár þangað til að gaus í Fagradalsfjalli í fyrra. Og það sem ég ætla að gera núna og er svona eiginlega inngangur af því sem að þau Kristín og Halldór munu segja, sem munu greina frá sjálfum atburðunum, það aðeins bakgrunnurinn og ef við hérna, ég kann bara ekkert á þetta, er ég að gera hérna alls konar hluti? Já, svona já, er ég að horfa hinga, allt í fína. En þetta er nú svo mynd sem að hérna þetta er tímaás þarna, lóðrétt í skalinn og þið sjáið litinn og þetta eru þarna kerfin sem að það er Reykjanesið og Fagradalsfjall var nú ekki til sem svona sérstakt kerfi en nú menn, ég vil halda því fram að við eigum að gera það að Fagradalsfjall sé sérkerfi og síðan tekur Krýsuvíkin við. En þetta er ekki nærri eins einfalt að eiga við þetta vegna þess að þetta er ekki nærri eins klift og skorið eins og þegar við erum komin inn í mitt gosbelti þar sem við höfum Öskju og Bárðarbungu og Grímsvötn, þessar stóru eldstöðvar. Enda hegða þessir öðruvísi og þar verða stærstu gos landsins og sem þau svona áköfustu sem við sjáum sem betur fyrir ekki hér á Skaganum. Við sjáum ekki stærstu gerða sprengigosum eða slíkt. En eins og við öll vitum að ef að hraungos á vondum stað getur valdið miklu tjóni. En að það valdi manntjóni, það er mjög ólíklegt. Nema fyrir þá sem eru svona skoða á hann í hraunið og svona. Það er önnur saga. Og það er mjög gott ef við horfum á hvað getur gerst. En ég ætla að, en þetta eru sem sagt Skaginn allur, hann hætti fyrir 1240 var síðasta gosið hér á Skaganum, komum þau eftir, þangað til núna og þetta byrjaði þá austast, það var í Brennisteinsfjallakerfinu og þar voru fyrstu gosin og svo færði þessi vestur á bóginn og það hefur verið svona sú mynd sem að jarðfræðingar að við höfum haft af því hvernig þetta myndi gerast og þess vegna myndi þetta verða eins núna. Eins og þið vitið, það er bara alls ekki þannig. Þetta sko, við erum með alls konar hugmyndur og að hlutinni hegði sér alltaf eins. Ef þið hefðu talað við marga fyrir svona 10 árum síðan, svo já það er alveg regla hekla gís á 10 ára fresti. Ef við höfum það talað við sama fólkið eða fólk sko 40 árum áður, hekla gís á 100 ára fresti. Þannig að þekking okkar, þó hún sé töluverð, að þá erum við getum ekki að spádómar eru alltaf bara svona, ekki kannski alveg gisk út í loftið, en þeir eru alltaf mjög erfiðir. Við getum skoðað hins vegar svona langtíma þróunina, hvað er líklegt þetta verði á næstu 200 árin, hvað gerist á því tímabili. En hvenær það gerist, það getum við ekki sagt. Og ef við, hér nú mynd sem að sýnir, kannski setur þetta samhengi aðeins. Þið sjáu rauða kortið, það er Fagradalsfjallsgosið og þessi grái miklu flötur, þetta er hraunið sem rann í þetta er holurhraun sem rann 2014-15. Svo er þetta Heklugosið 2000 og gosin sem að Fimmvörðuhálsi og Eyjafjallajökli. Þetta eru þau gos sem hafa orðið á síðustu 22 árin á Íslandi. Og líkur á svona stórt gos eins og Holurhraunsgosið hefur ekki orðið á Skaganum í nokkur þúsund ár. Og líkur á því eru ekki miklar, en við getum ekki útilokað eitthvað slíkt gerist, en þá ef við horfum hins vegar á söguna, þá eru þau gos innar á Skaganum heldur en hérna svona þetta utarlega. Ef því utar sem við förum á Skagan, því minni eru hraunin og svona gegnum sneitt. Og ef við, já, og hér er þessi síðasta skeið og ég þarf að vera svona þegar ég sé ekki hérna, þetta er svo flott kerfi, en þetta eru hraunin sem runnu á 450 ára tímabili frá 800 til 1240 og þetta eru mismunandi litir, elstu hraunin eru Dext
og yngstu hraunin eru ljósust. Og þannig að þetta lengst til í austri, þetta Kristnitökuhraunið frá því 1000. Og þetta voru sem sagt svona þrennir eldar, það eru hérna eldar á 8. og 9. öld, það eru þessi dexti hluti niður í Herdísavík, randar út í sjó, síðan eru eldar á 10. öld og það eru Heiðmerkur brunnin og fleira og hraun sem að rennur út í sjó sem að hérna vellindir í Hafnarfirði standa á að hluta og síðan kemur næsti Krýsuvíkureldarnir. Það eru 2 eða 3 gos og þau voru mun kröftugri heldur en gosið í Fagradalsfjalli. Við sjáum þetta eru apalhraun sem að hafa runnið með meiri krafti, svipað eins og Holuhraun, og þau runnu út í sjó beggja vegna. Og þið sjáum álverið í Straumsvík er byggt á öðru þeirra. Og síðan kemur síðasti hlutin, það eru sem sagt Reykjaneseldarnir og það er út á Tá og þar var eina sprengigosið og síðan er það gosin hérna sem urðu hér á árunum 1226 til 1240 og þetta eru heimildir. Og nú hvað getur kannski, það eru svona spurningar sem að vakna, hvað getur gerst, og þetta kort hérna, við sjáum þennan rauða flöt, inn á þessu svæði, allar gossprungur sem við vitum á Skaganum frá síðustu 15.000 árum, falla innan þessa rauða svæðis. Og þið sjáum það, enginn þeirra nær út í sjó, hvorki norðan eða sunnan megin, nema út á Reykjanestá. Og þetta er bara svona svolítið eins og skýringin á þessu er væntanlega svo að þetta eru 2 plötur, önnur við erum hér í Evrasíuflekanum, við erum svona Evrópu megin, færumst með Evrópu, þegar við erum komin hins vegar hinum megin og Keflavík færist með Amríku, þannig að vegalengdin til Keflavíkur er alltaf aðeins að aukast, en ekki mikið. Og þegar við erum að smyrja brauð, tökum við hníf og skjörum í gegnum smjörið eða smjörvan, það gengur mjög vel. En hann stoppar alltaf á borðinu eða plötunni eða þar stoppar hann. Angur stoppar hann því að þó við séum ekki að hugsa það, hann bara stoppar vegna þess að það eru fyrirstaða. Alveg eins með gossprungurnar, þær komast ekki lengra. Þannig að vísbendingarnar, það er gossprungur, það er engin merki það að gossprungur hafa nokkuð tíma náð inn í það sem nú er Grindavík. Það er bara að komast ekki lengra. Það er það sem jarðfræðin er að segja okkur. Og það passar. Það er nú gott mál. Og ef við skoðum svo næstu, að þá er hérna, þetta eru svona kerfin, þetta eru þessi kerfi sem eru virk og þetta eru þarna syðst, þarna vestast Reykjanesið og svo Svartsengi, svo Faraldarsfjall og svo Krýsuvík og svo koma Brennisteinsfjöllin og að lokum er svo Hengillinn sem hann er ekki með í þessu partí, hann virðist ekki verið í takt við hinn. Og þetta er nú svona ekki alveg, þetta er svona aðeins nákvæmari skipting, þetta passar betur. Og þetta eru svona þessi frekar ekki mjög stór hraungos og nú ætlum ég að renna yfir stöðuna í hverju kerfi. Og þau munu svo fara, Kristín og Halldór munu fara svo meira í stöðuna sem er akkurat núna. Og þið sjáið þarna, ekki hvað ég að gera, en þið sjáið þarna, það er sem sagt Reykjanes, síðasta gos 1226, þar eru skjálftar en ekkert landris núna. Fyrst það er ekkert landris, þá er mjög ólíklegt að það er ekki kvik að safnast fyrir. Síðan er Svartsengi, og það gaus síðast 1240. Þar eru skjálftar, það eru skjálftarnir sem þið finnið hér og við finnum og komast til Reykjavíkur og Reykjavíkursvæðisins og þar er núna landris í gangi og búin að vera í 2 eða 3 vikur. Og síðan Krýsuvík og þar Krýsuvíkurkerfinu, þar gaus síðast 1179. Vissulega skjálftavirkni, það er ekki landris, það er ekki nema allra syðst, Halldór kemur að því.
Og svo eru Brennisteinsfjöll, þau gusu síðast árið 1000, Kristnekurhraunið, og þar eru ekki merki óróa núna. Og þannig að við setjum Reykjanes á svona gult, og Svartsengi lendur á gulu. Þetta er kóðinn grænt, gult og rautt. Rautt þýddi að vera eldgos, þannig að Svartsengi er svona, það sýnir virkni umfram, en það þýðir ekki að það sé komið gos á morgun eða eitt svoleiðis. Það er bara þessi merki. Fagradalsfjall, vissulega verður það frá gulu, því þar er hægt landris á stóru svæði. Síðan Krýsuvík, hún er svona, þetta nær inn á hana, en hún er svona einhvers staðar á milli. Og svo Brennisteinsfjöllin, það er engin merki sem hægt er að túlka sem kvika þar. Og nú, spá ég hvort það er svo skrítið hérna hjá mér. Ég sé ekki hvað ég er að gera. Og músin er farin einhvern í anskotanum. Jæja, við bara gerum þetta svona. Og ef við förum núna hérna í raunin, og eldgosin í Svartsengisveimnum milli 1226 og 1240, og þau voru öll hérna, það er Eldvarparhraunið og Arnarseturshraunið og Illarhraunið, og ef við skoðum þetta aðeins betur, hérna er Eldvarparhraunið, 20 ferkílómetrar, það er svona svipaða stærð kannski eins og Fagradalsfjallsgosið í heildina, það er ekki eins aðkreft, þannig að dreifði mér úr sér. Svo er Illarhraun lítið, þetta er Illarhraun náttúrulega, það er svo erfitt að fara yfir það, úfið. Þetta hefur verið svaka stutt gos, en þarna er náttúrulega stutt í hérna, þarna eru innviðirnir, og svo Arnarseturshraunið síðasta, og það er sennilega stærst af þessum hraunum. Og nú ef það gís, og ef við horfum á, þá verður sagan benda til þess að þetta sé svona það sem líklegast verður að teljast, og ef við berum þetta saman við það sem gerist stærst í eldgosum á Íslandi, þá erum við alls ekki að sjá stærstu gos sem verða á Íslandi, þau verða ekki hér. Og ákofustu gos. Það breytir þessar engum það, hraun er hraun, og ef það eru ef gosstöðin er á vondum stað, þá getur hún farið yfir innviði, og Bláalónið og Svartsengi og allir þessi staðir eru á mjög illa staðsettir ef að gís þarna, og nú það getur gosið og þessi staði nokkuð einn sloppið og þá bara heldur þetta áfram. Nú ef það fer hraun yfir þá er mikið tjón, þá er jarðhitasvæðið ekkert ónýtt eða svoleiðis, en Bláalónið verður ónýtt náttúrulega, og mikið tjón, og þetta er eitthvað sem það þarf að búa sig undir. Að gossprunga lendi hérna sunnan við Þorbjörn, það hefur ekki gerst, og það passar við þessa línu sem við drófum hérna. Svo er náttúrulega Sundhnúkasprungan, við sjáum hins vegar ekki merkjum að hún sé að gera neitt núna, og hún er hérna fyrir norðan. Og svo bara er þetta langtímaspáin, það verða gos hérna næstu árhundruðin, en meðaltíminn milli gosa á þessu tímabili eins og síðast voru svona 20-25 ár. Þannig að ég fæ ekki séð að það sé, ég sé ekki hamfarir, hugsanlega töluvert tjón á næstu áratugum. Við vitum ekkert hversu langt er í það. Þessi atburður sem núna, hún getur hætt á morgun eða hætt eftir viku, eða hún heldur áfram. Það verður bara tíminn að leiðljós. Og það held ég að sé lokaorðið hjá mér. Það er músin. Þetta er allt fyrir borsi. Þetta er allt fyrir sig. Þetta er allt fyrir sig. Þú sér sko, ég sé ekki það. Þetta er hendar svona.
Já, við þökkum Magnúsi Tuma fyrir. Og þá er komið að Halldóri Geirssyni, hann er jarðeðlisfræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og góða kvöldið. Gaman að sjá hverju mörg ykkar mætt hérna. Ég ætla að tala jarðskorpuhreyfingar á Reykjanesskaga og þegar náttúrulega mörg fundið jarðskjálfta á síðustu árum og bara síðustu dögum. Og ég ætla aðeins að koma inn á hvernig það eru sem sé aðra mælingar sem eru mælingar á jarðskorpuhreyfingum, hvernig þær tengjast þessum jarðskjálftum sem eru að finna og bara því sem eru að gerast á svæðinu. Og ég fer hérna fyrir hönd fjölda mann sem að kemur á einn eða annan veg að þessum mælingum á jarðskorpuhreyfingum. Það ætlum ekki að tælja þau upp. En hvað er verið að gera? Það sem sé, ef það er kvika að safna saman eitthvað staðar undir eldfjalli, hreyfist músin ef ég gera eitthvað svona. Nei, byrjum við, það er sannlega að fara hana hérna. Já, svona. Þannig ef það er kvika að safna saman eitthvað staðar undir eldfjalli, að þá sem sé bólnar eldfjallið út og líka þótt að sé bara flatt svæði og kvika safnist þar undir, þá bólnar það samt sem var út, færist upp og til hliðar. Og það er sem sé hægt að koma fyrir mælitækjum til þess að mæla þetta og þetta er ekki bara til þess að vita í raun og veru hvað eru endilega margir sentimetra, heldur er líka hægt að nota þessar upplýsingar til þess að segja hversu mikið dýpi er niður á þá uppspretti sem veldur þessum hreyfingum. Það er að segja yfirleitt eru þá að hugsa kvikuna. Og líka staðsetningu, hvar er þetta og svo rúmmálsbreytinguna, hvað er mikið af kviku sem eru að safnast fyrir. Þannig að þetta eru gagnlegar upplýsingar og gefa svona, upplýsingar sem að bætast við jarðskjálftamælingarnar. Og það eru ýmsar mælaðferðir til þess að mæla svona jarðskorpuhreyfingar. Þetta eru nú bara upplyfting eða landris og láréttar hreyfingar. Það er hægt að nota GPS-tæki, svona sérstök landmælingatæki og oft eru þetta litlar hreyfingar, kannski bara nokkrir millimetrar og svo eru notuð sérstök radargervitungl og ég ætla að sýna ykkur myndir frá þessum tveimur mælitæknum og svo er líka hægt að vera með hæðarmælingar og hallamælingar og alls konar mismundi mælaðferðir. Þannig að hérna á Reykjanesskaganum var gerður heilmikill skurkur á síðustu 2 árum til þess að bæta mælikerfið. Það var nú bara örfáar GPS-stöðvar hérna. Þessi rauðu þríhyrningar sýna sem sé staðsetningar síritandi GPS-mælistöðva. Þetta eru stöðvar sem eru alltaf í gangi og eru að senda gögn sem er svo unnið úr. Og svona það er unnið úr gögnunum bæði rauntíma og svo eftir á til þess að fá meiri nákvæmni. Og það er unnið úr svo nokkrum mismunandi stöðum þannig að það séu minnsta líkur á að það falli niður úrvinnsla. Og þessar stöðvar það líti einhvern veginn svona út, þetta er kannski svona metr á hæð eitthvað svoleiðis, ykkur hafa kannski séð þetta þegar það er að keyra hérna skagann, svona GPS loftnet og einhver mælitæki. Ok, við skulum skoða aðeins til sín á Fagradalsfjallið, það er og kannski sýna ykkur bara svona hvað er hægt að lesa út úr þessum mælingum. Þannig að hérna eru á línuritunum til hægri eru sem sé færslur á stöð sem að er í Krýsuvík, við skulum bara einbeita okkur að rauðu kurfunni sem er þarna og þetta er sem sé færslur á svona mælistöð og skalinn er þarna á Austurlandsnum í millimetrum og þetta spannar tímabilið 2020 til 2022. Þannig að bara sýnir hversu mikið þessi stöð er að færa og heildarfærast og heildarfærslan er eitthvað upp undir 300 mm, 30 cm, hluta því eru flekarhreyfingar. En það er að lesa út úr þessu ýmislegt og það sem eru ofta að horfa eru þessar færslur og stökk. Ef það eru bara flekarhreyfingar í gangi og engir jarðskjálftar en svoleiðis þá er bara færist bara stöðin með einhverjum jöfnum hraða. En svo verður 2020 þá verður ákveðin svona hraðabreyting á stöðinni og þá var einmitt þensla í Krýsuvíkurkerfinu. Svo var jarðskjálfti í október 2020 sem var við Keili sem að margir kannski fundu og svo var hugsanlega smá þensla við Fagradalsfjall þarna mánuðin áður en að byrja að myndast síðan gangur og jarðskjálftar og ýmislegt svoleiðis.
Svo meðan á gosinu stóð þá færðist stöðin aðeins til vesturs, það er að segja að svæðinu við Fagradalsfjall og þá merki sig sem að mældist. Svo hætti gosið og þá fór bara strax að rísa og það búið að vera í gangi raun og verið landris. Það er að segja að kvika safnast fyrir undir Fagradalsfjall að miklu dýpi og það hefur verið í fréttum. Í desember kom svo gangainnskot, mjög svipað því sem að var í mars 2021, það var bara mikið minna. Og svo hefur bara haldið áfram að þenjast. Bara tiltölulega rólega þarna undir Fagradalsfjallinu. Og ákveðin líkur á því að það rúmmál sem að kom upp á yfirborðið, núna hraun á yfirborðið, að það sé raun og veru allt komið aftur inn í tankinn sem þarna einhvers staðar á miklu dýpi. En hvað að gerast hérna í Svartsengi? Það nú það sem ástæðan fyrir við erum hérna og hérna ég að sýna svona línuritt sem mér finnst ásalega skemmtilegt. Þetta sem sé þá lóðréttar færslur á 5 stöðum sem eru hérna í nágrenninu og þessir þríhyrningar sýna hvar þær eru staðsettar og tímabilið spannar hérna janúar 2020 og síðasti punktur hérna bara síðan fyrir fáum dögum síðan. Og það sem við sjáum sem sé og við horfum bara hérna lengst til hægri á línuriti þá sjáum við að allir punktarnir fara þar að segja upp sem að sýnir þá bara allar stöðvarnar hafa færst upp sem nemur nokkrum millimetrum eða nokkrum sentimetrum og þetta ekki fyrsta skipti sem þetta gerist. Í árið 2020 voru 3 slík tímabil þannig að þess vegna skrifa ég hérna þetta 4. reistímabilið sem að við erum með þarna við Þorbjörn og þetta virðist vera svona áþekkt hugsalega kannski tímabilinu með 2 allavega svona við horfum á reishraðan og formið mjög svipað að mörgu leyti á því merki sem er að koma þannig að þetta einhvers konar framhald af því sem var að gerast hérna 2020 og þetta sést ekki bara í lóðréttum heldur líka láréttum hreyfingum kannski ekki fjalla mikið það en það hægt að nota þessa mælingar líka til þess að spá í hvenær hreyfingarnar byrjuðu og hérna aðeins annar kannski tímaskæli við erum að horfa á síðustu mánuði og það sem við erum að horfa eftir þegar við erum að skoða þessi línuriti eru oft svona breytingar í færslu hröðun og það virðist hafa gerst svona það bil mánaðamótin apríl-maí að þá hefur sem sé byrjað að koma kvika þarna undir Þorbirni þarna rétt norður við Þorbirni. Þannig þetta allt saman sem sé GPS-mælingar sem eru í sín ykkur og það hægt að taka þessar mælingar og bara teikna hversu miklar færslur eru á hverri stöð og það sýnt hérna, bara svona sýna ykkur þessi gögn sem við erum að horfa á svona frá degi til dags vísinda fólkið, þar húsin, hún þarna. Þannig hérna sýna þessar rauðu örvar, þar sýna sem sé færslur í láréttu plani og skalinn þarna niðri til hægri 1 cm þannig að þessi mælistöð sem upp á Þorbirni hefur færst svona rétt rúmlega 1 cm til suðausturs en upp svona 3,5 cm því hún nálægt þessari rismiðju. Og stöðvarnar færast allar út frá rismiðjunni og svo líka hægt að horfa á gervitunglamyndir, sérstök radargervitungl, INSAR þetta kallast stundum, en hérna þau mæla sem sé hreyfingar milli einhverja 2 tímabila. Og þessi mynd sýnir sem sé mælda hreyfingu frá 7. maí til 19. maí. Og þessi mynd sem var tekin í morgun og alveg nýjasta nýtt, frumsýning hérna núna. En hérna þessari mynd berir bara mjög vel sama við það sem við sjáum á GPS-tækjunum. Þannig að við getum séð svona meiri rauntíma hvað að gerast þar og svo koma á nokkra daga fresti svona gervitunglamyndir sem hjálpa okkur kannski betur að sjá hvort að það sé eitthvað hreyfingar utan svæðisins þar sem við erum með mesta mælitækjum og fá svona heildstæðri mynd. Og þessari mynd kemur reyndar fram alveg nýtt að það virðist vera staðbundið sig við Sandvík og það sem hefur verið svolítið að skjálftum á árinu, ekki alveg viss, svo sem það hefur verið svo sem sig þar áður. Og við getum borið þetta sama við bara mynd frá 2020, þannig að til hægri núna mynd frá 2020, borið saman við þessa sem var bara tekin í raun og veru í morgun og þetta á alveg sama stað. Og þetta mjög svipað stærð, við erum að heildar landreysið
2020 voru sem sé 10 cm og nú eru við komin upp í svona 3,5 til 4 cm. Og það er hægt að nota þessar mælingar til þess að sem sé að reikna út hvað er svona líklegasta dýpið, hvað er langt niður á þessa kviku og það lítur út fyrir að sé svona eitthvað 4 km sem er svona svipað og var 2020 og lítur út fyrir að þetta séu hugsanlega eitthvað skonar syllur. Og svo getum við, þannig að þetta er ekki mjög nálægt yfirborði og svo er líka hægt að reikna út úr þessu hvað hefur rúmmálsbreytingin verið mikil, hvað er mikið af kviku sem er komið þarna. Og það er tala sem kemur út úr því, það er 2 milljónir rúmmetra og hvað er fólk, spáir í hvað er það mikið eða lítið. Það er þó nokkur, ég nota stundum IKEA sem svona rúmmálseiningu, þetta eru kannski svona 50 IKEA, þannig að þetta er hellingur rúmmáli en þetta er samt mikið minna heldur en það sem kom út í gosinu í Geldingadölum. Þá kom út 150 milljónir rúmmetra, en þarna hafa komið inn á síðustu dögum 2. Þannig að þetta er ekkert mikið magna kviku sem er þarna á ferðinni. Og ef að þetta var eina magna kviku og það kemur upp, þá verður það afskaplega lítið gos. En eina sem við mælum með þessu tækjum eru aftur á móti bara breytingar. Við vitum ekki hvað hefur gerst á síðustu árhundruðum þarna. Bara mælið tækni var ekki til. Og við vitum ekki hversu mikið að kviku er þarna fyrir eða þá hvort það opnist hugsanlega þá auðvitað rásir lengra niður í skorpunu eða möttulni í einhver önnur hólf. En allavega það er ekki mikil kvika sem er á ferðinni, það er hægt að segja ykkur það. Og þá getum við spáði hvað er framundan og það er mjög einföld dagskrá framundan og það er bara að fylgjast vel með mæltækin. Og sérstaklega er það verið að horfa á hvort að það sé einhverjar breytingar. Því að ef að kvika fer að þoka sér upp á grynnra dýpi, eða fer að færast nær yfir borðinu, þá fara að myndast þessir berggangar væntanlega og þeir hafa alveg allt öðruvísi merki heldur en þessi sylla og það er hægt að greina það í sundur vonandi. Ef það hegða sér allavega vel og þannig að það er bara fylgst vel með öllu, það er fylgst vel með hvort það sé einhverjar breytingar, þá koma inn mælingar raun og veru á bara nokkra sekúndna fresti, þannig að fylgst vel með þessu. Þannig að það er raun og veru það sem er framundan. Og ekkert hægt að segja til hvort að þetta verði búið í dag eða á morgun eða hvort endi jafnvel með að rísa heilan meter og ekkert gerist. Það er líka alveg sviðsmynd sem er til sko. Ef að kvikunni líður vel niður á þessu 4 km dýpi, þá bara verður hún þar. Eða svo getur hún líka komið upp sem raun. Takk fyrir. Já, við þökkum Halldóri fyrir. Þá er komið að Kristínu Jónsdóttur. Hún er eldfjalla- og jarðskjálftafræðingur og hópstjóri náttúruvarvöktunar hjá Veðurstofu Íslands. Gjörðu svo vel. Komið sæl, góða kvöldið. Ég heiti Kristín Jónsdóttir, ég er að vinna á Veðurstofu Íslands og eins og þið sjálfsagt vitið þá fer fram vöktun þar á náttúruvá. Það er ekki bara verið að fylgjast með veðri og gefa út veðurspár. Heldur er líka verið að fylgjast með jarðskjálftavirkni og það er verið að fylgjast með flóðum þegar þau koma og svona stöðu vatnsfalla. Við erum líka með snjóflóðdeild fyrir vestan og svo framvegis. Þannig að við erum með mjög svona fjölbreytta samþætta náttúruvárvöktun á Veðurstofunni og svona kjarninn í okkar starfsemi er sólarhringsvakt þar sem að sitja ávallt veðurfræðingar og náttúruvárssérfræðingur sitja saman á vakt.
Þannig að við erum alltaf með fólk á vaktinni, það eru minnst 4, stundum 5 og 6 á daginn og nóttinni eru 2. Og það sem við í rauninni byggjum okkar vöktun á eru tæki. Hérna er ég með mynd af GPS-tæki og við erum að skoða þessi gögn sem er að berast til okkar. Svo tekum við einhver sjálfvirk úrvinnsla og við erum að skoða þessi gögn og vinna úr þeim og svo þarf að túlka þau. Og það getur stundum verið flókið, sérstaklega þegar við erum að spá í svona atburði eins og er í gangi núna. Og þá hittust við miklu fleiri, ekki bara við sem erum á Veðurstofunni, heldur þá erum við í samstarfi við kollega okkar Jarðvísindastofnun og fleiri og jafnvel erlenda aðila. Og í rauninni hlutverk okkar er þá alltaf að veita upplýsingar og gefa út viðvaranir þegar það er hægt. En bara svo ég sýni ykkur hérna mynd úr þessum eftirlitssal, svo kallum spásal, af því að þetta var nú fyrst og fremst veðurstofa og þarna var verið að gefa út hérna veðurspár og nú er í rauninni hlutverk Veðurstofunnar hefur stækkað, við erum núna líka með þetta í rauninni eldfjalla eftirlit þarna. Að þarna erum við með mynd þar sem að náttúrusérfræðingar sitja og af skjánum sem eru þarna inni. Þarna er ég að sýna skjái þar sem er verið að streyma í jarðskjálftagögnum. Þeim er streymt í rauntíma, þannig í rauninni alveg frá því eitthvað mælist, hvort sem það er hér eða út í Grímsey fyrir norðarland, þá líða bara nokkrar sekúndur þangað til að það er komið upp á skjá hjá okkur. Þannig að við getum fylgst mjög vel með því sem er að gerast og sérstaklega höfum mikla reynslu af jarðskjálftamælingum. Við erum með þetta sjálfvirka kerfi, það gefur út sjálfvirkar viðvaranir ef að það verður stórskjálfti, ef skjálftavirkni eykst á einhverjum stað og þetta kerfi er tékkað á hverjum einasta degi. Við tökum svo saman, skrifum yfirlit, gefum út vikuyfirlit sem kemur fram á vefnum okkar og þar er þetta að fylgjast með svona þróuninni. Við höfum líka lagt mikið upp úr því að fara vel yfir þessi kerfi sem við erum með og setja allt í topprekstur. Og svo það sem skiptir mjög miklu máli hjá okkur, það er að eiga þetta samráð og við erum með þess að fundi daglega klukkan 2 þar sem við tökum stöðuna, hvað er að gerast núna í jarðskjálftavirkni, hvernig líta þenslumælingarnar út, hvað er að gerast í veðrinu og tökum í rauninni samtal þvert á alla náttúruvá og það er svo merkilegt að það er bara rosalega oft sem að þessi hlutir spila eitthvað saman. Ef að okkur finnst ástæða til að þá köllum við oft til almannavarnir, vegagerð eða aðra aðila inn á þessa fundi til að miðla upplýsingum það sem er að gerast. Svo höldum við æfingar, mánaðarlega, eldgosaæfingar, að því að við erum með viðbragðsáætlanir. Ef við sjáum í okkar gögnum að þar sé eitthvað sem bendir til þess að það sé að koma eldgos, að þá eru við með viðbragðsáætlanir og við æfum þær og ekki bara við, heldur líka veðurfræðingarnir gera það líka. Við erum alltaf í samstarfi við almannavarnir. Okkar fyrsta viðbragð er að hafa samband við almannavarnir sem svo í rauninni ákveða hvað eigi að gera á hverjum stað. Og svo erum við þetta líka í samskiptum við flugmálayfirvöld. En ef við vindum okkur bara í þessa framhaldssögu hvað er að gerast á Reykjanesskaganum, að þá var verið að útbúa þetta fína kort fyrir mig í dag og við sjáum þarna Grindavík og við sjáum þarna kassa. Og þessir kassar eru í rauninni þessi líkön sem við erum að gera til þess að reyna átt og gráði hvar er kvika að safnast fyrir. Og þessi bláu kassar þarna, bláleitu kassar, sýna þá innskotin sem urðu 2020 fyrir hluta árs og rauði kassin sýnir nýjasta innskotið. Og þetta þó að myndin sem við sjáum, þessi gervitunglamynd sem við erum að skoða, hún sýnir svona hringla hreyfingu
en þá í rauninni passar það samt sem áður best við eitthvað svona hálfgerðan borða eiginlega, eða svona langan og mjóan, langa og mjóa sillu sem á svona þessi fyrstu innskotin 2020 voru metin á svona 3-4 kilometra dýpi og svo þetta nýja innskot metið á svona 4-5 kilometra dýpi, þannig að það svona talið að það sé kannski aðeins dýpra. En svo ef við skoðum þá hvernig skjálftarnir eru að dreifast með tillit til legu þessara innskota, að þá sjáum við hvernig skjálftarnir eru að dreifast svona allt í kring. Og þetta mynstur sáum við líka 2020 og það sem við höldum að sé að gerast þarna hreinlega það að kvikan, hún að valda þrýstingi, hún að ýta í rauninni, hún þarf pláss og ýtir á allt í kringu sig og þess vegna verða þessi skjálftar svona á þessum jaðri í rauninni, allt í kringum innskotið. Hérna svona mjög einföld mynd, það sem við í rauninni skoðum þá svona þversnið, ef það væri nú hægt að skera bara í gegnum skorpuna svona eins og köku og skoða hvað að gerast, að þá sjáum við þetta kannski dálítið svona fyrir okkur, að þarna urðu 3 innskot 2020 og svo það sem í gangi þá núna að það nýtt innskot að myndast og það svona á svipuðum stað og hugsanlega aðeins neðar. Það sem gerist svo að þetta veldur landrisi og svo fáum við þessa skjálfta allt þarna í kring. Það svo athyglisvert að skoða þessa skjálfta aðeins betur og þið eru nú heldur betur búin að fá að upplifa jarðskjálfta hérna í Grindavík. Og hérna þegar ég skoða hvernig fjölda skjálfta, hvernig þeir hafa verið að dreifast hérna í rauninni frá 2020, þá birtist þessi mynd og ég bara að sýna skjálfta sem eru stærri en 3, sem finnast mjög vel hér. Og hérna við sjáum í rauninni 2020 að þá þetta tímabilið þar sem að þetta landris í gangi. Þetta eru 3 innskot, 3 sinnum verður landris og við fáum með 3 jarðskjálftahrinur á þessu tímabili. En í rauninni stærsti og mesta jarðskjálftahrinan varð í rauninni í aðdraganda eldgossins í Fagradalsfjalli í fyrra. Og þetta í rauninni algjörlega fordæmalaus hrina. Svo sjáum við þennan topp hérna að þessi hrina, hún var í desember í fyrra og þarna var innskot aftur í Fagradalsfjalli sem var svona helmingurinn af því, rúmmáli var svona helmingurinn af því sem að myndaðist fyrir eldgosið. Þannig að þetta var svona ekki nóg til að gera neitt meira og þetta svo skjálftavirknin sem við erum að sjá núna. Þannig að þegar við skoðum bara fjölda skjálfta stærri en 3, að þetta auðvitað búið að vera mikið hérna, en svona ef við skoðum þetta í samhengi við það sem á undan gengið, þá þetta í rauninni ekki svo svakalega mikið, ekki svo margir skjálftar þar að segja. Ef við skoðum svo aðeins við hverju þá búast núna í framhaldinu, hvað erum við að fara að sjá næstu daga, næstu mánuði. Ég tel það að meðan að þessi kvikusöfnin í gangi, að þá megum við búast við áframhaldandi jarðskjálftavirkni. Það í rauninni bara vegna þess að það er alltaf meira og meira pláss og þar með verður alltaf þrýstir kvikan alltaf meira og meira á umliggjandi berg og það verða fleiri skjálftar. Hvar? Jú, bara á þessum sama staður en á svipuðum slóðum, skjálftavirkni verður á svipuðum slóðum við Þorbjörn-Svartsengi og áfram á Reykjanesskaganum eins og við höfum séð. Og svo höfum við verið að tala skjálfta í Brennisteinsfjöllum og þarna við vitum að stærstu skjálftarnir í Reykjanesskaganum, þeir verða þarna í Brennisteinsfjöllum og Brennisteinsfjöllin eru rétt austan við Kleifarvatn, milli í rauninni Bláfjalla og Kleifarvatns. Og
við bara sagan segir okkur það að þarna verða skjálftar að þessari stærð 6 til 6,5 á svona 50 ára fresti og nú komið 54 ár síðan síðasti skjálfti var. Við vitum líka að þessi skjálftar þeir gerast samhliða svona miklum jarðskjálftahreinum og nú erum við á svoleiðis tímabili þannig að það verður til miður að teljast frekar líklegt að það styttist í þennan skjálfta. En sko þegar sjáu þarna líka á þessu korti þarna að það vantar dálítið inn í þessa mynd og þannig að í rauninni þetta er líka eitt af því sem jarðskjálftafræðingar leita að það er þegar það koma svona göt í skjálftavirknina að þá getur það einmitt líka verið til marks það að þarna eigi skjálfti eftir að koma. Þannig að þetta er afar grunsamlegur staður, alger hámarksstærð á skjálfta þarna er 6,5 og áhrifin yrðu rauninni meiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en hér. Þannig að við búumst ekki við jafn miklum áhrifum hér í Grindavík, hreinlega vegna þess að Grindavík er lengri burtu. Svo ætlaði ég að enda hérna á að segja ykkur frá því sem að kollega mínir á Veðurstofunni er að gera. Þeir hafa verið að vinna við hættumat og þetta hættumat gengur út á að reikna líkur á eldgosi og þá mismunandi þáttum á líkur á gosopnun, hraunflæði og svo framvegis. Það á að nota þetta hættumat til þess að í rauninni vinna viðbragðsáætlanir og rýmingaráætlanir og þetta eru auk þess grundvöllur upplýsingar fyrir skipulagsyfirvöld þannig að þau getur skipulagt sig betur og það eru ekki bara Veðurstofan sem kemur að þessu heldur er þetta stór mikil samvinna í stýrihópi og þetta er Grindavíkurbær, lögreglustjórinn á Suðurnesjum, HS Orka, Markaðsstofa Reykjanes, Ísor og Almannavarnir sem að vinna í þessu. Og það stendur til að kynna þetta hættumat í haust. Og það í rauninni átt að vera tilbúið en það verður í rauninni gosið í Fagradalsfjalli sem að setja nú smá strik í reikninginn með þessa vinnslu. En fleira var það ekki frá mér. Takk. Já, við þökkum Kristínu kærlega fyrir og þeim öllum á nýjan leik. Þetta er auðvitað frábæri vísindamenn sem við eigum. Hókina reynslu og þekkingu, öll þessi þrjú með doktorsgráður í sínu fagi. Þannig að við búum vel Íslendingar að frábærum vísindamönnum. Og þá komið að björgunarsveit og lögreglu heimamönnum hér sem hafa nú staðið vaktina ótrúlega vel og lengi fyrir okkur. Þeir ætla ekki að vera með sjálfur sér einhverja glærisýningu en við þá hingað velkomna fyrst Boga Adolfsson, formann björgunarsveitarinnar Þorbjarnar, Grindavík og síðan Hjálmar Hallgrímsson, lögreglumann og formann bæjarráðs. Gjörðu svo vel. Þetta er bara fínt svona. Gott kvöld, góði Grindvíkingar, íbúar. Lögreglustjóri gat ekki verið með okkur hérna í kvöld. Hann er nú hann er Úlfar, lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Hann er á ráðstefnu og hann fól nú staðarlögreglu að flytja hérna erindi ásamt björgunarsveit. Því erum við hér, ég og Bogi. En hann var með skilaboðafundinn sem er góð, að það á að auka löggæslu hér og sérstaklega yfir næturtíman frá 12 og fram til morguns þannig að við getum nú sofið rólegra á meðan þetta lætur svona. Ég veit að þetta hefur áhrif á fólk en þetta eru skilaboðin frá honum. En staðan er svo að við erum klár með viðbragðsáætlun vegna eldgoss í Grindavík. Hún tók gildi í upphafi síðasta árs. Eftir henni var unnið í eldgossinu upp á Fagradalsfjalli þá 6 mánuði sem það var í gangi. Núna enn og aftur er búið að virkja þessa áætlun
eftir að lýst var óvissu ástandi almannavarna vegna jarðhræringa síðastliðinn sunnudag. Tek það fram að viðbragðsáætlanir eru verkfæri fyrir þá viðbragðsaðila sem þurfa að vinna eftir þeim. Þær eru samt aðgengilegar fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér innihald þeirra, til dæmis á heimasíðum almannavarna og lögreglu. Að sama skapi eru rýmingaráætlanir klárar, jafnt fyrir almenning sem og stofnanir og stærstu fyrirtækin. Á næstu dögum munu fulltrúar almannavarnanefndar heimsækja stofnanir og eftir atvikum fyrirtæki til að fara yfir þessar áætlanir. Einnig má benda á að á heimasíðu Grindavíkurbæjar má finna tvíblöðung, kort og tilmæli vegna rýmingar í Grindavík, bæði á íslensku og pólsku. Vert er að nefna það samstarfsviðbragðsaðila hér á okkar svæði er mjög mikið og gott. Það sýndi sig sérstaklega þegar við fengumst á við eldgosið upp í Fagradalsfjalli. Þar unnu allir viðbragðsaðilar sem ein heild, hvort sem var að ræða björgunarsveitir, lögreglu, slökkvilið og alla aðra sem koma að því stóra verkefni. Viðbragðsáætlunin virkaði bara eins og hún átti að gera. Bjargir komu fljótt og vel á svæðið, skipulagið var gott og fjarskiptakerfi gekk upp. Að endingu er vert að benda á að hér í Grindavík erum við með einhverja öflustu björgunarsveit landsins, hvort heldur litið sé til mannauðs eða tækjakosts. Sveitin var mjög ábyrjandi í þeim fjölmörgu verkefnum sem komu í eldgosinu upp á fjalli í fyrra og var eftir því tekið allt land. Við Grindvíkingar og Suðurnesjamenn allir eru mjög lánsöm að hafa svo öfluga björgunarsveit sem björgunarsveitin Þorbjörn er. Það er ekki fleira frá okkur en við svörum spurningum. Já, takk fyrir þetta Hjálmar og Bogi. Spurningarnar koma svo eftir, en þá er komið að HS Orku og fyrir hönd þess orkufyrirtækis þá kemur Kristinn Harðarson, framkvæmdastjóri framleiðslu hjá fyrirtækinu. Gjörðu svo vel. Já, góða kvöldið. Ég heiti Kristinn Harðarson, framkvæmdastjóri framleiðslu hjá HS Orku og Fannar bað mig að koma hérna og ræða aðeins við ykkur og segja ykkur frá svona okkar eftirliti og viðbragði í ljósi þess ástand sem er og svona miðla því sem vorum að gangi í gegnum í fyrra og hvaða lærdómi vorum að gangi í gegnum á því tímabili. Nú, bara örstutt virkjanir HS Orku. Við erum með virkjunin í Svartsengi og einnig virkjunina út á Reykjanesi og svo erum við eina litla vatnsaflsvirkjun á Brú í Haukadal. En Svartsengi er svona mikilvægasta virkjunin í mörgu tilliti. Þar erum við að framleiða þessa mikilvægu grunninnviði sem við öll þurfum svo á að halda. Þarna erum við með allt kalt vatn sem er dreift til allra byggða á Suðurnesjum og alla heitavatnsframleiðslu og ásamt því sem þarna er framleitt rafmagn. Þannig að Svartsengi er ofboðslega mikilvægur innviðapunktur fyrir þessa mikilvægu þjónustu fyrir byggð hér í Grindavík og í raun og veru á öllum Suðurnesjum. Nú, við gengum í gegnum mikinn lærdóm í fyrra. Það voru gríðarlega margir jarðskjálftar og það voru yfir 50.000 jarðskjálftar á svæðinu eins og þið öll fundu fyrir og yfir 60 skjálftar sem voru stærri en 4 og stærsti skjálftinn var þarna 5,7 og það er í raun og veru svona mikið mildi að það hafði í raun og veru sáralítil áhrif á allan okkar krítiska búnað. Sem sagt virkjunin er byggð þannig og allar safnæðar eru byggðar þannig að þær þola ákveðna þenslu og hreyfingar og í jarðskjálftunum þá stóðst þessi mikilvægu búnaður þessa árun ansi vel.
Þannig að það varð í raun og veru engin frávik og engin alvarleg rekstrarfrávik í virkjunum sem einu nemur, þrátt fyrir þessa miklu áraun á alla byggingar og allan okkar búnað. Við vissulega lentum í útslætti á vélum í eitt skipti út af það voru víbringsvarnir í vélunum sem slógu vélunum út en vorum komnir í fulla starfsemi aftur á innan við klukkutíma. En skjálftahrina núna, hún hefur ekki, enda hún búin að vera miklu minni, hún hefur ekki haft nein áhrif á okkar starfsemi og ekki heldur á safnaðar eða borholur. Í fyrra þá við höfðum auðvitað áhyggjur af borholunum, það eru 14 borholur í kringu Svartsengi þar sem við tökum upp gufu og jarðsjó sem við síðan nýtum til heitavatnsframleiðslunnar og raforkuframleiðslunnar og það er náttúrulega alltaf svolítið hætt á að verði hrun í holum eða skemmist fóðringar eða eitthvað slíkt. Holunar eru 2,2 kílómetrar að dýpt, þessar borholur, og sumar grynnri, en það er raun og veru stuttasagan í svo að skjálftarnir höfðu engin neikvæð áhrif á holukerfið okkar. Í raun og veru bara jákvæð áhrif, það var ein hola sem að jók afl sitt eftir skjálftana. Það myndaðist svona meiri lekt af vatni að heitum svæðum þar og við fengum meira afl úr einni holu. Þannig að við vorum í raun og veru gangi gegnum töluverðan lærdóm í fyrra. Ég ætla nú að prófa að sýna hérna eitt vídeo úr vélasalnum okkar. Ef það gengur þá sjáum við hérna svona ákveðin eitt skjálfta og hristing á okkar búnaði og við sjáum þarna býsna vel hvað þetta er, hvað við eigum verkfræðingum okkar og hönnuðum virkjana mikið að þakka að þetta þolir ýmislegt og þolir þessar sveiflur. Þannig að við, eins og ég segi, þá vorum við að gangi gegnum alla þessa skjálfta án þess að þessi krítíski búnaður væri að skemmast. Það var þó samt ekki svo að við færum alveg án átaka í gegnum þetta. Það urðu nokkrar svona minni skemmdir til að mynda á heitavatnstankinum sem liggur hingað, sem er geymsluforði fyrir heitavatn hingað til Grindavíkur. Það var skemmd inn í honum, það var svona yfirfallsrör sem að liggur lóðrétt inn í tankinum sem að bara brotnaði þegar að vatnið sveiflaðist til inn í tanknum og braut rörið. Þannig að við þurftum að tæma tankinn og leiða í raun og veru vatn framhjá. Við þurftum að endurforrita dælur hjá okkur til þess að geta sendt vatnið beint hingað til Grindavíkur. Þannig að það varð engin skortur á afhendingu þrátt fyrir þessa bilun og gátum við farið í viðgerðir þarna án þess að skerða neina þjónustu. Sama við erum með þarna stóran svokallaðan aflóttaraturn sem er partur af heitavatnsframleiðsluferlinu hjá okkur og í skjálftunum þá vissulega sveiflaðist hann til og það komu sprungur í suður inn í tankinum. Og við erum með mjög öflugt gæðaeftirlit á heitavatninu og sáum það strax að við vorum að sjá jarðsjó koma inn í heitavatnið og stöðuðum starfsemina þar strax og gátum farið í viðgerðir á honum, þurftum að leita þarna að þessari sprungu og þetta er oft mjög flókið að finna svona bilanir og gera við það. En þetta hafði engin áhrif á hvorki gæðin magn og afhendingu á heitu vatni til Suðurnesja. En eins og við sjáum þarna nokkrum myndum þá vorum við líka bara með ýmsar skemmdir í byggingum og slíku. En eins og ég segi, samt ekki á þessum krítíska framleiðslubúnaði. Nú, við höfum verið að fara yfir okkar viðbragðsáætlanir og í raun og veru var tímabilið í fyrra þá vorum við að endurskoða allar okkar viðbragðsáætlanir og endurskrifa þær í ljósi nýrra hættu og eftir því sem hún var raunverulegri. Og við erum með skilgreinda neyðarstjórn í Hásorku sem að forstjórinn okkar fer fyrir og hún er ræst ef jarðvá er að ræða og við hittumst á daglega og ákveðum aðgerðir
og viðbrögð við hættunni á hverjum degi, og í fyrra var það þannig að við vorum með daglegan fund og vorum ítrekað að grípa inn í reksturinn, ýmist að stöðva vinnu að því að við töldum vinnusvæðið hugsanlega óöruggt vegna skjálfta, og hvernig við getum brugðist við þeirri stöðu sem upp á komin. En við erum náttúrulega búin að skilgreina ýmsar flóttaleiðir fyrir okkar starfsmenn og tryggja öryggi þeirra, en við erum líka höfum verið að skoða alls kyns sviðsmyndir og höfum notið þjónustu frá háskólunum og almannavörnum til að hjálpa okkur til að mynda með hraunflæðilíkon og geta þar leiðandi byrjað að huga að hvernig við getum varið mikilvæg mannvirki í Svartsengi ef eldgos kæmi upp á óheppilegum stað. Og þessar tilraunir sem voru gerðar hér með hraunflæðivarnir voru mikilvægar. Það kemur mikil þekking úr því, og það getur verið að ef að hraun kemur upp á óheppilegum stað að hvort að grípa þurfi til slíkra aðgerða. Auðvitað fer það bara eftir stærð og lengd goss hvort að slíkar varnir gætu haldið, en í öllu tilfelli þá er nauðsynlegt að prófa slíkar aðgerðir, hvort sem það er til að verja byggð í Grindavík eða til að verja þennan mikilvæga innviðapunkt í Svartsengi. Nú, svona örstutt að eftirliti hjá okkur og viðbragði. Við erum, eins og ég segi, við erum með vatnsupptökusvæðið, við rekum það. Vatnsupptökusvæðið er í Lágum, þarna aðeins fyrir norðan Svartsengi, og þaðan kemur allt kalt vatn sem síðan er dreift til byggða, og við vorum semst í fyrra með handvirka gæðamælingar á þessu vatni, vorum að taka sýni daglega. Við ákveðum að fara í fjárfestingu og fjárfestum í sjálfvirkum mælum, þannig að núna erum við komið með sjálfvirka mæla sem mæla í rauntíma sem sagt leiðni í vatninu, sýrustig og flúor, þannig að við mælum þetta á þremur stöðum hjá okkur, og þetta er forritað þannig að vaktmenn fá boð í boðtæki ef einhver breyting verða á vatnsgæðum, þannig að við sjáum það alveg á sekúndunni ef einhver breyting er, og þannig getum við tryggt að allt vatn sem við sendum frá okkur er í hæsta gæðaflokki, og getum gripið inn í ef einhverja breytingar verða vegna jarðhræringa eða eitthvað sem getur haft áhrif á vatnsgæðin. Nú, svo bara varðandi inngrip í reksturinn, við erum alltaf með vaktmenn á staðnum, allan sólarhringinn og allan ársins hring, og þannig að ef að svona náttúruvá hefur áhrif á starfsemina eða truflar hana, þá erum við með mjög skjót viðbrögð og mjög þjálfað starfsfólk til að bregðast við hinum ýmsu bilunum eða uppákomum sem geta komið í rekstrinum, til þess að geta í raun og veru veitt þessa grunnþjónustu eins og við eigum að gera án þess að neinir hnökrar séu á afhendingu á magni eða gæðum á vatni, heitu vatni eða rafmagni. En já, ég held ég láti þessu lokið og þakka fyrir, og vona að þetta hafi skýrt veitt einhverja innsýn inn í starfseminni í Svartsengi og svona hvað við erum að gera og hverju við erum að vinna eftir. Takk fyrir. Já, við þakkum Kristni fyrir, og þá komið að síðasta erindinu frá Huldu Ragnheiði Árnadóttur sem er forstjóri Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég heiti Hulda Ragnheiður og kem frá Náttúruhamfaratryggingu eins og Fanna sagði. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir að fá tækifæri til þess að koma og hitta ykkur á þessum tímapunkti, af því þetta er akkurat tímapunkturinn þar sem að hægt er að gera ýmislegt til þess að huga betur að tryggingaverndinni. Og svona til þess að bara segja ykkur í örstuttu máli
Náttúruhamfaratrygging er fyrirtæki í opinberri eigu sem hefur það eina hlutverk að vátryggja mannvirki, húseignir og lausafé fyrir landsmenn alla í atburðum sem eru tengdir náttúruhamförum og þar eru eldgos og jarðskjálftar meðal þeirra atburðar sem eru tryggðir og það eru mjög margir sem að vita ekki alveg nákvæmlega hverjir eru tryggðir, hvernig iðgjöldin komast til okkar, hvaðan tekjurnar okkar berast og svo framvegis og ég ákvað að nota þetta tækifæri bara til að skýra aðeins fyrir ykkur í stuttu máli hvernig Náttúruhamfaratrygging Íslands virkar. Þegar þið brunatryggið ykkar eignir hjá almennum vátryggingafélögum þá fer hluti, þá annast vátryggingafélögin innheimtu á iðgjaldi sem að rennur til náttúruhamfaratryggingar sem að er eingöngu ykkar vátrygging til þess að tryggja ykkur í atburðum sem að tengjast náttúruhamförum. Þannig að þeir sjá að innheimta iðgjald sem er skilað til okkar og við berum ábyrgðina á þeim hluta tryggingarinnar sem snýr að náttúruhamförum. Og þannig að allir sem eiga húseignir á Íslandi, þeir greiða iðgjald til okkar í gegnum almennu vátryggingafélögin. Þannig að allir sem að hér eiga hús eru tryggðir hjá okkur en þeir hins vegar þurfa ekkert að vera í samskiptum við okkur fyrir en þeir verða fyrir tjóni. Síðan eru lausafé sem að eru bara ykkar innbú, það eru lagerar fyrir fyrirtæki, það eru vinnuvélar og alls konar hlutir sem að hægt er að tryggja sem lausafé og það er líka hægt að tryggja það fyrir eldgosum og jarðskjálftum en það er mjög mikilvægt að allir þekki hvernig það gerist og það er með sama hætti og þegar hús er vátryggt gegn bruna hjá almennu félögunum þá er iðgjaldinu skilað til okkar og til þess að innbú og lausafé sé tryggt hjá okkur í jarðskjálftum og eldgosum þá þurfa verðmætin að vera brunatryggð hjá almennu félögunum. Og leið og brunatryggingin er keypt hjá almennu félagi þá sjá þeir að skila okkur iðgjöldum og þá er verndin komin hjá okkur. Á húseignunum er 400.000 króna eigináhætta í hverju tjóni og lausafé er 200.000 króna eigináhætta. Mörgum finnast þetta rosalega háar eigináhættur en tilgangur Náttúruhamfaratryggingar Íslands er að tryggja fólk fyrir meiri háttar hamförum. Það er til að tryggja fólk sem verður fyrir mjög miklu tjóni og þess vegna var sett stefnan á það að vernda sjóðinn þannig að hann sé til reiðu til að borga tjón þegar fólk verður fyrir verulegum áföllum en þessi minniháttar tjón sem er að verða, einhverja smá sprungur í hornum einhver staðar sem að hægt er bara að spasla í og mála, að það eru svona tilefni sem að gefa ekki endilega, eða aðstæður sem gefa ekki endilega tilefni til þess að tilkynna til náttúruhamfaratryggingar. En þegar raunverulega á reynir, þá er náttúruhamfaratrygging til staðar fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Og ég held að sé dálítið mikilvægt að allir hugja því að núna er tækifæri til þess að fara yfir tryggingarnar sínar. Það er að fara yfir hvað kostar innbúið ykkar. Gerið ykkur grein fyrir því hvað kostar innbúið í einu húsi og þið alveg viss það að brunatryggingin á innbúinu ykkar samsvari þeim verðmætum sem eru í ykkar húsum. Og það eru mjög góðar reiknivélar á heimasíðum allra vátryggingafélagana sem að hjálpa okkur að átta okkur svolítið á því hvað eru mikil verðmæti inn í einu húsi. Og þegar fólk tekur þetta allt saman, þá er þetta alltaf hjá þeim sem að ég hef heyrt í miklu hærri tala heldur en að fólk gerir sér grein fyrir að verðmæti þessara hluta er miklu hærra heldur en að við almennt gerum okkur grein fyrir. Og það er mjög mikilvægt að þegar á reynir að þá endurspegli fjárhæð þessara trygginga þessi raunverulegu verðmæti þannig að við getum verið til staðar þegar á þarf að halda. Það er ekkert sárara
fyrir þá sem í minni stöðu en að geta ekki bætt þeim tjón sem að raunverulega verða fyrir tjóni þegar á reynir. En við getum aldrei teygt á þessum lögum. Við þurfum að fara eftir jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sem að segir að við þurfum að meðhöndla alla með sama hætti og ef að fólk bara tryggt fyrir 9 milljónir en verðmæti innbúsins 18 milljónir, þá í rauninni megum við ekki greiða nema 50% af því tjóni sem að verður þegar á reynir vegna þess að það svokallað undirtryggingar ákvæði sem að segir að ef að innbúið of lágt verðlagt þegar það verið að tryggja það, þá eigum við að hlutfalla bæturnar að sama skapi. Því við getum ekki bara tryggt það sem skemmist, við verðum að tryggja alla heildina. Og mitt tækifæri til þess að koma á þennan fund í kvöld var einmitt það að mér langaði bara til þess að vekja ykkur til umhugsunar, til þess að fara yfir tryggingarnar, hafa samband við ykkar tryggingafélög, fara yfir það hvernig þau eru stödd og það var mikið spurt á þessum sambærilegum fundi sem var haldinn hérna fyrir 2 árum síðan. Þá var fólk mikið að velta fyrir sér hvað væri hægt að gera varðandi bíla. Hvort að bílar væru tryggðir í náttúruhamförum. Og það hafa orðið ákveðnar breytingar að fóru í ganga ákveðin vinna í framhaldi af þeim fundi, þannig að hann skilaði mjög miklum árangri varðandi það hvað væri hægt að gera til að tryggja bíla vegna þess að í nánast öllum kaskotryggingum á bílum þá eru náttúruhamfarir undanskildar. Þannig að bíllinn þarf að verða fyrir tjóni í einhverjum árekstri eða einhverju áfalli til þess að kaskotrygging komi inn. En það hins vegar hægt að tryggja bíla með brunatryggingu, hvort sem að það tímabundið eða til lengri tíma, þá hægt að kaupa brunatryggingu á bíl eins og annað lausafé og þar með bíllinn líka tryggður gegn eldgosum og jarðskjálftum. Og þetta hveti ykkur til að skoða bara hvert og eitt með sínu félagi. Síðan við hjá Náttúruhamfaratryggingu fús til ráðgjafar og svara fyrir alla þá sem að hafa spurningar og ég hveti ykkur til að vera svolítið proaktiv. Ég vil að þið séu forsjál, hugið að þessu núna og meðan að það tækifæri til að gera breytingar. Verið duglegar, hringið okkur, við viljum leiðbeina ykkur eins og hægt talið við ykkar vátryggingafélög líka og fáið ráðgjöf þar og stöndum saman í því að allir séu sem allra best tryggðir ef að eitthvað á sér stað vegna þess að það verður aldrei oft sagt að við tryggjum ekki eftir á. Og það kannski líka gott að segja ykkur að í þessum skjálfta sem að varð hérna upp á 5,7 þá voru mjög óverulegt tjón á húseignum. Við erum með örfá tjón sem að urðu í síðasta skjálfta þar sem að við erum að tala einhverja svona sprungur og slíkt, engin stórvægileg tjón. Og þá koma hönnunarstaðlar á Íslandi mjög sterkir inn vegna þess að við erum með svona válynd veður og mikinn snjóþunga á byggingum almennt að húsin okkar eru margfalt sterkari heldur en að við eigum að venjast eins og á Ítalíu og Hawaii og öllum þessum stöðum þar sem þið sjáu bara hrunin hús eftir skjálfta sem upp á 6,5. Sem betur fyrr það ekki reynsla okkar úr öðrum jarðskjálftum hér á Íslandi sem hafa verið upp á þetta svona 6,3 og 6,5. Þá eru þetta ekki svona hruntjón. Þannig að þið getur hugað að lausamunum inn í húsunum. Það eru sérstaklega biðja ykkur að hugsa varðandi sjónvörp sem að geta oltið fram. Það einfalt að setja snærispotta og binda þau í bakið á sjónvarpsskápunum og að gera alls konar hluti, setja kennaratyggju undir ljósmyndir þannig að það detti síður niður á brotni og slíkt. En ég held að svona heilt yfir þurfum við ekki að hafa miklar áhyggjur af því að hús hrynji á Íslandi vegna þess hversu sterk byggð þau eru. En það mjög algengt og einu svona alvarlegu, eða ég held að við getum sagt að einu svona slysin á fólki, til dæmis á Selfossi árið 2008,
það var þegar fólk var kannski að hlaupa yfir glerbrot þar sem að hefðu dottið hlutir niður og það kannski var að skera sig eða eitthvað meira svoleiðis þegar það var eitthvað í fáti, en fólk var ekki að slasast vegna þess að vera að hrynja veggir í húsum eða slíkt. Þannig að þetta var nú það sem að mig langaði til þess að leggja inn í kvöld. Heimasíða Náttúruhamfaratryggingar Íslands er nti.is. Þar er mjög mikið af gagnlegum upplýsingum sem að snúa að þessum þáttum og síðan erum við bara til þjónustu reiðubúin og erum tilbúin til að leiðbeina ykkur hvort sem er í tölvupóstum eða síma. Þannig að takk fyrir. Já, við þökkum Huldu Ragnheiði fyrir og þá er nú lokið framsögum og komið að spurningum úr sal. Stendur til að ganga hérna með hljóðnuma og bið þá sem að vilja bera fram spurningum að gefa merki. Ég endurtek það sem að ég sagði áðan að það er líka hægt að bera fram spurningar á fésbókarsíðu Grindavíkurbæjar. Eggert, þú ert þarna klár í sleginn. Vefinn. Það er spurning til Veðurstofunnar hvort að Veðurstofan ætla að setja upp vefmyndavél til að fylgja sérstaklega með að nóttun eða mælar skyldu ekki taka eftir því að farið sé að gjósa, eins og gerist í Fagradalsfjalli. Síðan er líka spurning til Kristínar. Oft eru óyfirfarnir jarðskjálftar stærri en 3 á heimasíðu Veðurstofunnar langan tíma þó vakta sig allan sólarhringinn og af hverju eru þessar grænu stjörnur lengi inni og eru síst teknar út. Síðan er spurt gasuppstreymi upp úr Fagradalsfjalli, hvort þetta gas sé að koma úr gígnum eða hvort þetta enn sé hraun undir hraunbreiðunni. Já, takk fyrir þetta. Nafn þitt var nú nefnt, Kristín. Heyrist hérna, já. Ég ætla að byrja á því að svara varðandi vefmyndavélar. Þá er það einmitt við héldum hérna, almannavarnir voru með vísdarásfund og við varum farið við þetta, hvernig við getum elt í rauninni mælingar og vöktun á svæðinu og þá var þetta einmitt eitt af því sem kom fram. Þannig ég geri fastlega ráð fyrir því að það verði settar upp vefmyndavélar á svæðinu og fleiri mælitæki einnig. Svo var spurning varðandi heimasíðuna og ég tek nú alveg undir það að heimasíðan er nú ekki alveg hefur ekki elst kannski alveg nógu vel og komið tíma á nýja síðu enda er hún í vinnslu og ég vona að það verði ekki allt við þurfum ekki að bíða allt og lengi eftir henni. Og þessar stjörnur sem eru á kortinu þær eru fyrir síðustu 48 klukkustundir, þetta eru skjálftar sem eru yfir 3, en ég vil benda fólki á að við erum með skjálftasíðu sem heitir skjálftalýsa.veður.is og það er linkur á hana af heimasíðunni á Veðurstofunni undir skjálftavefsjá og fyrir þessa sem að vilja fylgjast vel með skjálftavirkni þá mæli eindregið með að skoða hana. Það var önnur spurning varðandi gas, nei. Gas og hraun í Já. Já, ef ég skildi spurninguna rétt að það var verið að spyrja gasið í Fagradalsfjalli, gasið frá hrauninu og hvort það var ennþá bráðið hraun þar. Það er þannig að hraunið er yfir 50 metra þykkt í Gellingadölum og nálgast það í svona innst í Meradölum og þar er ennþá og þegar að hraunið er þetta þykkt að þá tekur það langan tíma að storkna og kólna og skautaði daginn að það væri svona ef þetta byrjar að storkna þá er það eftir hálft ára þá er það storkinir á svona 10 metra dýpi eða eitthvað svoleiðis. Þetta er hins vegar ekki alveg svona einfalt vegna þess að það storknar mjög hratt fyrst og síðan hægar og þetta náttúrulega lagðist hvað og á annað. En það er nánast víst að það eru staðir þar sem er ennþá eitthvað að bráðinni kviku, þá er það spurningin gasið.
langmesta gasinu fer úr hrauninu í gígnum, fer úr kvikunni í gígnum. Síðan náttúrulega eitthvað smá gasútstreymi, en það mjög lítið og ég búin að koma þrisvar núna, eða 3-4 sinnum á svæðið núna síðustu 2 mánuðina og alltaf verið með gasmæli með mér og það aldrei neitt merki. Og það smávegis, en þetta ekki, ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Það hins vegar ef við erum þarna og það einhver hóla og það búið að vera logn, þá eigum við ekki að fara ofan í hóluna. Því þá getur, þó þessi lítið gas að koma upp CO2 löngu farið, en gas þá getur það safnast fyrir í hólunum. Þannig að vindur, eða einhver smá vindur, þá það allt í lagi og það í lagi að fara hraunið en ekki ofan í hólur eða ofan í gíin eða eitthvað svoleiðis, best að bíða með það. Já, takk fyrir. Þá boðið upp á spurningar og sal. Neikert nú þarna með mikrofón. Eitthvað sem að fólk vil spyrja Já, Edvard, hann kemur til þín. Mér langar að spyrja á Sveitur eða Orku lögnina hérna niður til. Hún ítrekka búin að fara sundur og undanförnu og sem sagt Heitavotslögnin. Hvort ég eitthvað að gera í það lagana? Spurt var það hvernig væri með Heitavotslögnina, ef ég heyrði það rétt. Hvort á að laga hana? Já, sæl, Svanur H. Sveitum. Hún verður endurnýjað næsta sumar. Það útilokað að fá efni í það núna. En við höldum henni gangandi. Já, takk fyrir. Fleiri spurningar? Ekkert. Ólafur hérna framarlega. Já, Einar. Góða kvöldið. Ég vil nú byrja að þakka þessu flottu vísindamönnum fyrir að fara vel yfir þetta með okkur. En hluti af fólkinu okkar er hrætt við þetta. Hefur það komið til tals hjá einhverju að efla heilbrigðisþjónustuna tímabundið? Já, mér langar að spyrja það sem ég hef meiri áhyggjur af hérna heldur en eldgos, það ágangur sjávar. Ég hef búin að lifa heilan málsaldur og núna í dag sjávarstaðan mikið hærri heldur en hún var þegar ég var strákur. Og hérna, þetta fer kannski saman að landið að síga og kannski sjórinn að hækka, en kannski skýrið þess stór hætta kannski eftir einn mannsaldri viðbót. Takk. Á ég að svara þessu eða? Já, takk. Já, ég get svara þessu. Þetta nefnilega mjög áhugavert að sem sé sjávarborðshækkun nokkuð mikil hérna í Grindavík því að hér leggst saman sig sem yfir og hefur verið yfir allan Reykjanesskagann, nokkrir millimetrar á ári og líka bara hnattrænt sjávarborð að rísa. Og svona meðaltalsbreytingin síðustu áratugina 9 millimetrar á ári. Þannig að ef þú manst hvernig sjávarborðið var fyrir 50 árum síðan, að þá hefur staðan breyst 50 centimetra, nálægt því. Og það náttúrulega umtalsverðar breytingar og mikilvægt bara að huga því í framtíðinni hvernig innviðir eru settur upp og fleira að þetta heldur áfram sem allar líkur eru á að það þarf bara að gera ráð fyrir því. Takk fyrir. Það nú enginn hérna sem getur svarað beinlínis kannski fyrir heilsugæsluna en ég skal taka það að mér að
koma þeirri ábendingu frá fundinum að sé ástæða til að fara við þau mál. Eru fleiri spurningar? Það er spurt hérna á vefnum, er eitthvað búið að skoða það hvort vegrið á Grindavíkurvegi séu ekki eitthvað opnuð ef fólk á leið til bæjarins geti snúið við áður en komið er að Svartsengi? Síðan er önnur spurning, hvað gerist með hita, vatn og rafmagn ef Svartsengi fer? Já, það er spurning til lögreglu og svo aðstæður í Svartsengi. Já, þetta er náttúrulega mjög flókið spurning ef að það verður náttúrulega lagt allt kapp á að halda starfsemi í Svartsengi í gangi og hérna, eins og ég sagði áðan að þessar tilraunir með flóðavarnir og slíkt voru mikilvægar til að geta varið þessa mikilvægu innviði. Ef við missum vatnsupptöku þá þurfum við að huga nýju vatnsupptökusvæði og við höfum verið að kortleggja möguleg önnur vatnsupptökusvæði. Ef við segjum svo við myndum missa vatnsupptökusvæði í Lágum þá eru aðrir möguleikar en auðvitað er það alltaf einhver tími sem að tæki að búa til nýtt vatnsupptökusvæði. Aftur á móti ef þetta yrði það alvarlegt, ef við myndum missa, eins og spurningin ef við myndum missa starfsemin í Svartsengi, þá í raun og veru væri bara bið í fjárfestingum eða væri verið að fjárfesta í nýrri framleiðslu og heitavatnsframleiðslu. Hugsanlega væri hægt að gera það út á Reykjanesi, en þá þyrfti að byggja þá lagnir og pípur þaðan og slík verkefni myndi þá alltaf taka eitthvað tíma. Takk fyrir. Hjálmar, varst þú að undirbúa þig? Já, var ekki spurt vegriðið. Við fengum óhapp þarna núna í vor og við lentum í smá basli þarna með vegriðið. Það leystist nú allt saman og það er verið að skoða að setja fleiri opnanir, en ef það kemur til einhvers konar rýming út af váasvæðinu þá eru þessir vírar ekki mikið fyrir. Þetta er nú bara klippt á þetta og ég geri þá ráð fyrir einhvers konar einstefnu því að ef við erum að rýma svæðið þá er enginn að fara inn á það. Þannig að en takk fyrir þessi spurningu sá sem skrifaði hana, en verðt að skoða, en ég held að þetta ætti ekki að verða vandamál. Og takk fyrir. Stendur þannig á klukkan hérna fyrir fram að mig er akkurat 9. Þannig það var svona auðvitað sá tími sem við ætluðum okkur í fundin og spurningar þar með, en við ætlum að gefa kost á því einhver síður ef einhver vill, áður en að viðkomandi drífur sig á tónleikana. Gunnar. Já, ég vil bara þakka kærlega fyrir hérna góða fund og ein spurning er varðandi varnargarðana. Svo við lendum ekki í sömu vesinu eins og var þegar að vera að setja varnargarðana þarna upp í Geldingadali. Að það væri slagur við skipulagsyfirvöldum það að fá að setja upp varnargarða. Eru bara bæjaryfirvöld búin að græja það að það sé búið að semja það hvernig á að grípa inn í og hvað væri helst að setja upp garða ef það þyrfti á því að halda? Ég held að Björn Oddsson væri nú bestur til þess að svara þessu, en bæjaryfirvöld hafa náttúrulega tekið þátt í því ásamt öðrum viðbragðsaðilum og almannavörnum að undirbúa slíka varnargarða og það hafi verið gerður skýrslur. Verkfræðistofan Verkís hefur gert þetta og við ýttum við því núna fyrir nokkrum dögum að taka upp þráðuna nýju, en Björn frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, hann er nú margfróður þessi mál og hvernig hægt er að bregðast við fyrirvara lítið á grundvelli bara neyðarlaga. Gjörðu svo vel. Halló. Heyrið í mér? Já, fínt. Sæl, ég heiti Björn Oddsson og starfa hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Í aðdraganda af þessu görðum þá var ég ekki í þessum hópi sem fór þessi mál, en Verkís sem hefur verið að vinna skýrslu á þessu, það sem farið yfir rauninni hönnun á görðum, hvar garðar hafa virkað erlendis frá, hvað hefur ekki virkað, eru búin að kortleggja rauninni allt svæðið hérna í kring, út frá innviðum, landar, eigendum, hver fer með löndin,
og síðan aðra hluti eins og vegi, borholur og annað slíkt sem að skiptir máli. Og ef við ætlum að rifja upp garði, þá verðum við alltaf að ryðja honum upp á réttum stað. Þannig að það er erfitt að gera það áður en við vitum í rauninni hvar og hvort eldgos kemur upp. Þannig að þessi undirbúningsvinna, hún hefur í rauninni farið fram svona frekar rólega eftir að gosinu lauk, en við búumst við að fá áfangaskýrslu þetta verk eða hvað er hægt að gera í næstu viku, og ég ger þar á fyrir því að lærdómurinn af samskiptum við landareigendur og skipulagsyfirvöld þegar að farið í þetta upp í geldingadölum að hann verði dreginn fram, og síðan ef það er einhverjir annmarkar þar að þá verði farið í að vinna með það. Ef þetta svarar svona nokkurn veginn spurningunni. Já, takk fyrir. Fleiri spurningar svona í lokin. Ef svo er ekki, þá vil ég bara kærlega fyrir okkar hönd hérna og þeirra sem að fylgst hafa með útsendingunni þakka frummælendum okkar fyrir mjög greinargóðar og glöggar upplýsingar. Ykkur öllum sem að hafa komið hér á fundin og fylgst með þökkum við líka og óskum öllum góðrar heimferðar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við náttúrulega tókum við það.